Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. Sayonara soccer, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet goal. Spray of champagne from the podium's top. Race
bitrate frá þér. Jæja, komið í sæl og blessuð. Við erum velkomin í beina útsendingin á Kvartbíluklúbbnum. Þetta er mótorhjólakapastur, fyrsti mótorhjólakapastur ársins. Hérna upp á Kvartbílubraut. Það eru 6 keppendur mættir til leiks. Íslandsmeistarinn í fyrra, Jóhann Leví Jóhannsson, hann er mættur, hann er í 3. sæti núna. Árni Þór og Stefán Orlandi nýlega búin að taka á honum besta hring. Fáum upp hérna tímatöfluna sem eru dálítið ljót. Kannski lögum þá eftir fyrir ykkur. Hvenær eru fyrstu og hinar umferðirnar? Það er þess að meinar þá umferðirnar í dag eða næstu kappastrar 2 og 3 hjá þeim. Ég er ekki alveg með það á hreinu, við getum fundið allt inn á akis.is, þar farið í dagatal, þar sjáum við allar, msi.is væntanlega. Þetta er mótorhjól, það er ekki akis. Svo er einnig hægt að fara inn á racecontrol.is, finna dagatal þar og það getið þið komist í. Já, í dag, ok, bara býtu, leið mér að opna hérna. Fyrsta keppnin er 13:30, núna er tímataka í gangi og við erum með svona, tímataka núna, svo fyrir fyrsta keppnisslótan í gang 13:30, 1:30 og seinni kappaslótan er þá 2:30. Ég keyra 10 hringi. Þetta eru svona hröðustu hjólin held ég held að sé kannski 2 sem er í topp hröðustu sem er ekki inn í dag.
Þannig sjáum við vera að koma sér inn í pit, búin að taka tímatökuna sína. Sýnist bara að allir vera komnir inn í pit og það er Stefán Orlandi sem er að taka pólinn. 500 millir, hálfri sekundu undan. Árni Þórð í öðru, Jóhann Leví í 3. sætinu. Jóhann Leví er Íslandsmeistari árið 2025, hann tók annað sæti 2024 og 3. sæti 2023, þannig að hann er bara búinn að vera að bæta sig frá ári til árs. Og nú er spurning hvort hann á að halda titlinum í ár. Ég heyrði henni á honum í pittinum að hann var eitthvað efins á hann. En ég held að hann einu allan sjens. Ingólfur Snorrason, hann er á rauða hjólinu sem ég sjáði hérna á endanum, lengst í burtu frá okkur. Jóhann Leví er svo á bláu hjólunum, hann er með dekkara hjólið í akstri og ef það svíkur hann þá er hann með ljósblátt hjólóttan til þess að retta sér á. Þetta er svona Íslandsmeistar attitút. Mæta með 2 hjól. Ég ætla ekki að tapa þessum titli. Það var Árni Þór, hann er númer, ég er að reyna að festa þetta allt saman inn hjá mér sko, hann er númer 31, það er þá þessi hérna gullmóli. Hann er búinn að ná öðru sæti til Íslandsmeistara nokkrum sinnum, 48 ára gamall, keyrir á Ducati VAF2. Og svo er það þarna við hliðina á Stefán Orlandi, nummer 84, hvít hjól með bláum númerum, bláu númeri og smá svona gulu ívafi. Mjög töff hjól. Stefán Orlandi var Íslandsmeistari 23 og 24 í mótorhjólunum. Tók svo annað sæti í fyrra. Hann á brautarmet með 1.22, 2.79. Það er gaman að sjá hvort það er næstum að bæta það eitthvað í dag. Hann er á Honda CBR 600 RR 2008. Það er ansi, 25, já, þessi topp 3 eru ansi nálægt hver öðrum og verður hart barist þannig að toppnum. Ingólfur Snorrason í 4. sætinu. Svo er það Ugni, hann er þetta með svarta og rauða hjóli. Þetta, þessi gæi. Og er það svo ekki Polius hérna við hliðina á. Var það ekki rétt hjá okkur? 99, bing bing. Á hvíta hjólinu. Þetta er vonandi að lærast núna hérna á fyrstu mínútunum. Svo fyrir við að fá kappakstur. Já. Það er klukkutími í kappakstur. Þeir hafa 30 mínútur í tímatökunni. Þannig að tímatökunni er ekki lokið. Þeir geta skellt sér út og reynda að bæta tímana. Það er spurning hvort þeir gera það. Þeir hafa ennþá hverja 15 mínútur í það. Tæpar. 12 mínútur skulum við segja. Við erum vön að vera með svona ráskameru. Eina kameru sem að sér ráslínuna. Við erum ekki með hana í dag. Þannig að við ætlum að bjarga okkur með þessum gæja hérna. Hann sýnir okkur smá ráslínu og svo erum við með Armindal hérna líka sem getur aðeins sýnt okkur þetta betur. Nú höfum við tíma til að laga lúkkið.
Jóhann Leví komin út í braut. Svo reyna að bæta annan tíma. Hann ekki langt eftir. Þetta 800 millisekund sem aðskilja hann og Stefán Orlandi hann í fyrsta. Nú spurning hvort hann á að kippa þessu í liðinina í blá lokin. Sýnist tímatakan ætla að vera 45 mínútur. Þeir hafa nægan tíma. Þeir sko hita dekkin inn í pitt með mottum. Svo keyra þeir út úr pittinum og eftir nokkra hringi þá dekkin orðin of köld. Það ekki það heitt á Íslandi að þeir náðu að halda hita. Dekkin eru hönnuð fyrir Ítalíu og einhverja töffarstæla þar. Byrjar hann sinn fyrsta heita hring. Leggst vel á hjólið. Þeir virðast ekki þurfa að fara jafn utalega á við í bílunum. Í annarri beygju. Myndavél. Þannig að koma þér inn í erfiðu beygina eins og ég kýsa kalla hana. Bætir tíma sinn örlítið, nær ekki að koma sér upp sæti en hann bætti tíma sinn. 1:25.7 átt hann núna í staðinn fyrir 9 eitthvað á hann. Það vantar hjá okkur dróna líka, við erum vanalega með dróna. Flýgur hérna og sýnir okkur frábæra yfirmynd. Hann vantar í dag. Það kappastur bíla á morgun og við erum að vonast til þess að fá drónan á morgun.
12 bílar skráðir í kapasturinn á morgun. Einhverjir nýir og einhverjir miklu reynsluboltar. Já, verður alltaf örlítið blurry myndavélin okkar þegar hún snýr í þessa átt. Inn í pitt fer hann. Sami tími 1.25.78. Já, nú bara spurning hvort einhverjir fleiri fara út. Það ennþá 19 mínútur eftir að tímatökunni.
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on. Towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold. Spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. You don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face. Your mind is serene. Yes, soon it is showtime. We are going to green, yeah.
Jæja, þá nú samkvæmt töflunni hjá okkur. Tímatökunni lokið. 45 mínútur liðnar og þetta staðan. Stefán Orlandi tekur pólinn á þetta, byrja fremstur. Árni Þór Jónasson tekur annað sætið. Jóhann Levi Jóhannsson í því þriðja. Ingólfur Snorra í fjórða sætinu og Ugnius og Pólius bræðurnir í fimmta og sjötta. Alexandravicius. Ugnius Alexandravicius. Vicius. I've got no Hann allan að Vicius bílstjóri. Ó, no time to waste. I got to split. þá bara sjáum við ykkur aftur hérna eftir nákvæmlega hálftíma. Já, 5:25. Byrjum aðeins fyrir. Þangað til það gerist og ætlum við að horfa á þetta. Hvað sem við ætlum að gera? Spilum kannski smá auglýsingar fyrir ykkur. Gonna love it. The new splitter is so fine.
the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on, towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jump in the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. Don't miss a beat, adjusting your feet. You're calm with sweat in your face.
I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas.
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's game on. It's go time.
what your mind's will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter. Jæja, þá eru keppendur farnir að koma sér út á braut. Fyrsta keppni dagsins er að fara að hefjast. Það er Árni Þór Jónasson sem tekur pólinn, Ingólfur Snorrason sem er í öðru, Jóhann Leví Íslandsmeistarinn í 3. sætinu, Stefán Orlandi í 4. Vistu við að Ingólfur Snorrason fór út á hana? Áætla að þetta sé rangt. Bíða eftir þessari tímatöflu. Geymum hana þangað til við farin yfir línuna einu sinni. Við veitum hver er í hvaða sæti. Hérna sjáum við Jóhann Leví.
einhverstaðar. Hann mun vera þetta beint fyrir framan hann, vandalega. Var ekki Stefán Orlandi í? Það var eitthvað breyst. Tímatablan hjá okkur, spurning hvernig þetta verður hérna núna eftir fyrstu beygju. 10 hringir eknir. Polly næst aftastur á hvíta hjólinu. Eða aftastur. Það fara þar á stafbítunum við. Nei, það er klúður! Var þetta ekki Jóhann Leví sem að gerir ræksinglurinn? Virðist nú að henda sér vel á staðinu samt. Árni Þór í fyrsta setinu með. Ingólfur Snorrason beint fyrir aftan sig. Skjálfast ekki. Nei, þetta er Jóhann Leví hérna beint fyrir aftan hann. Sá ekki, ég sá bara reiðan galla. Já, Jóhann Leví í öðru bláa hjólinu. Árni Þór hérna fremstur. Jóhann Leví sækir. Það dillaði hjólið hans virkilega vel. Það er möguleiki á einhverju baráttu hérna þriðja sætið. Það er Pollius. En hérna er baráttan fyrsta sætið. Jóhann Leví er ennþá í sókn. Hann er ekki búinn að leyfa honum að slíta sér neitt frá. Það er líka baráttu þriðja sætið ennþá. Komum inn á beinakaflan inn í fyrstu beygju. Stefán Orlandi þarna í fjórða sætinu. Ingólfur í þriðja. Var það Stefán Orlandi sem að klúðraði startinu sinni þarna áðan? Sjáum við Árna Þór inn í beygjunni sem ég kalla erfiða beygjan. Jóhann Leví er hérna rétt eftir hann ennþá. Við erum á hring 2. Örlítið búið að dreifast úr keppendum. Mótorhjólinn keyra aðeins öðruvísi beygju hérna í endan. Chicane svokallað. Við koma þar inn beinakaflan top 3. Árni Þór, Jóhann Leví og Ingólfur. Nei, þetta er Stefán Orlandi, hann er kominn fram úr Ingólf. Hvar er Ingólfur? Hvar er Ingólfur? Hvað kemur hann inn í mynd? Hann er ekki ennþá kominn inn í mynd. Mér sýnist að vera hérna hér. Aftur yfir á fremstu menn. Við þá er barátta fyrsta seti. Jóhann Leví er ekki búinn að sleppa honum frá sér. Stefán Orlandi er í bullandi sókn á drengina, er með betri hring en þeir báðir og er kominn hérna fyrir aftan. Ingólfur kominn niður í síðasta sæti. Virðist hafa gert einhver mistök. Besti hringurinn er svo allavega talsvert betri heldur en hjá Ugnís og Pollius, þannig að ég býst við hann hafi gert eitthvað mistök.
Síðasti hringurinn er 10 sekúndum hægari. Þannig að eitthvað hefur komið fyrir. Stefán Orlandi þarna. Besta hring. Jóhann Leví að taka af honum besta hringinn, skellir sér í 24-7, enda er hann kominn alveg ofan í fyrsta, annað og þriðja sæti hér. Stefán Orlandi æpandi sókn og spurning hvernig hann á að gera eitthvað á næstu hringjum. Það eru 8 hringir eftir. Stefán Orlandi örlítið byrjar að sækja á annars eða þetta færi myndalina á næstu hjól fyrir aftan. Þarna kemur hann á mjögandi ferð, stingur sér upp á vinstri hliðinni og nær að koma sér fram úr Jóhann Leví. Og þá er spurning, er hann í sókn, ætlar hann að ná Árna? Hann ætlar sér það, en mun að ná honum, við vitum svo sem alveg hann ætlar sér það. Jóhann ætlar ekki að missa það langt frá sér. Það er talsvert bil hérna á milli hinna þriggja sem eru fyrir aftan. Orlandi algjörlega á hælunum á Árna. Jóhann Leví örlítið búinn að missa lestinni. En Jóhann Leví 800 millisekundum hægari á síðasta hring. Það er eins og ég sagði við gráðum, dekkin hjá þeim halda ekki nægum hita, þannig að það minnkar alltaf gripið hjá þeim. Þannig að alltaf líkar á því að eftir ykkur á 6-7 hringi þá eru þeir ekkert að fara ræð. Bestu tímarnir eru að detta núna næstu hringum. Hérna sjáum við Stefán Orlandi, hann er alveg límdur ofan í Árna Þór og ætlar hann að gera það sama og gerði áðan við Jóhann Leví. Skilja þér eftir? Nei, hann skilur ekki eftir opið fyrir hann. Það er ekki svo að Stefán geti stungist þar inn. Jóhann Leví er þarna bara aftan að reyna að ná það á þá. Hvað gerir hann hér? Tekur hann á ytri? Nær hann að læsa sig núna í innri? Nei. Árni lokar vel. Stefán bíður eftir tækifærinu. Jóhann Leví er ekki langt fyrir aftan, hann er þetta rétt fyrir aftan. Stefán Orlandi hérna með besta hring. Það er æpandi sókn á Árna Þór. Og hérna, nei, ég held hann ætlaði að fara að bremsa seinna. Vel vítt hérna. Það er eins og Árni Þór hafi séð að hérna kemur Stefán Orlandi, stingur sér upp á vinstri hlið Árna, en Árni bremsa bara seinna. Grjótharður kappakstuр í þessum tveim. Árni Þór er að gera allt til þess að halda honum fyrir aftan sig. Stefán Orlandi virðist vera örlítið hraðari. Svona heilt yfir. Síðasti hringur allan að talsvert betri. Ekki síðasti, besti ætlaði ég að segja. Síðustu hringir í það mér er bara nokkuð eins. Hvað gerist þá núna? Nú aftur, þá er Árni Þór örlítið hægari, 200 millisekundum. Stefán Orlandi æpandi ykkur og sókn. Jóhann Leví er kominn sekúndu á eftir hringunum. Hann er kominn fram úr. Stefán Orlandi er kominn fram úr.
hvað ég mista því að það hefði gerst. Hvar var ég að horfa? Stefán Orlandi kominn í fyrsta sæti. Og bara spurning hvort að fáum að sjá hann stakka bilið. Jóhann Leví að fara að koma sterkur inn núna. 5 hringir eftir. 5 hringir búnir. Svo það bara helmingur búinn, það nóg eftir. Og alveg spurning hvort að dekkin fara að áhrifa á fremstu menn hérna meir en verið að gera. Stefán virkilega hraður hérna út. Þannig að Jóhann byrjar að horfa á annarsætið. Sér möguleikann, hann á séns í að komast þetta upp í annarsætið. Bílum aðeins hérna að sjá hinn hjólinn koma eftir smá. Gríðarlega mikið bil í þá og ég hef nú bara pínlítið farin að hafa ágjur af þessu. Þarna, já, þarna koma þær. Ingólfur Stórðarsson, Ugnius og Paulius bróður hans. Enda okkur aftur á toppinn. Hér er eitthvað að gerast. Stefán Orlandi hérna fremstur. Já, það er verið að ná Paulius. Hérna, Jóhann Leví mættur í afturdekki á honum Árna. Hann finnur lyktin af öðru sætinu. Hann er dundraðið inn beinakaflan. Með fyrsta, öðru sætinu hérna. Já, hvort að Jóhann Leví ná að nýta sér þetta tækifæri sem er komið til hans. Stefán Orlandi farinn. Setur hraðasta hring í keppninni og svona. Loksins komið með hreint loft fyrir framan sig. Hérna reynir að koma sér samhliða, nær að koma sér samhliða, nær hann að loka sér inn í erfiðu beina. Nei! Árni grjótharður, heldur sinni línu og hraðanum. Út úr sér beygju fer hann á undan Jóhann Leví. 3 hringir eftir. Og Jóhann Leví er ennþá í sókn. Örlítið grip. Þetta var veifað hvítu flaggi sem þýðir síðasti hringur. Sjáum við baráttuna annarsætið en þá Jóhann Leví að reyna að koma sér nær Árna. Hér er Stefán Orlandi fremstur. Hérna er Jóhann enn að reyna. Hann virðist ekki að hafa aflið í að togast í svona samhliða inn í þessa beygju. Sem að Jóhann
Leví var keyrt fram af kömbunum og var í framhaldinu breytt í brautarhjól. Þetta eitt áhugaverðast að það var keyrt fram af kömbunum. Já, keppninu lokið. Það svoleiðis. Ég voru að lesa ekki texta og mista því. Stefán Orlandi tekur sigurinn, Árni Þór Jónasson tekur annarsætið og svo Jóhann Leví í þriðja sætinu. Það er það Ingólfur Snorrason sem tekur fjórða sætið, Ugnius Alexandravicius tekur fimmta og bróður hans Pólius Alexandravicius í sjötta sæti. Hér kemur hann yfir línuna, það er eitt hjól ennþá út í braut. Það er hann Ugnius. Það er kannski 2 hjól ennþá út í braut. Þetta er þá staðan eftir fyrstu keppni, fyrstu lotu. Stefán Orlandi tekur fyrsta sæti, Árni Þór Jónasson í öðru, Jóhann Leví í þriðja, Ingólfur Snorra í fjórða, Ugnius í fimmta og Pólius í sjötta. Þá er komið að pínulítilli pásu. Við ætlum að fara að sjá dagskrá. Dagskrá næsta keppni hefst 14:30, hálf 3. Við sjáum okkur aftur hérna eftir 40 mínútur. Þangað til horfið þið hérna í pittin og dáist að þessum mótorhjóladrengjum hérna. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum því við gott.
checkered flag. It's go time.
Jæja, kæra fólk, velkomin aftur á skjánum eða því sem fóruð aldrei frá honum. Hæ. Nú fer seinni lotan að fara á stað hjá okkur mótorhjólinn trítlætt út á pittinum og fara að gera sér tilbúinn. Keppnisstjórnin mætt á ráslínu. Spenntur, það gott, við erum öll spennt. Þetta er alltaf að gerast. Seinni umferðin í fyrstu umferð Íslandsmeistarmóts í hermi, ekki hermi neitt. Þetta er mótorhjól, ég er svo vanur að segja hermi kapastur. Afsakið. Fyrsta umferð, nei, fyrsta önnur lota. Herru, ég kom aftur til smástund. Virðast á frábæri starti til topp 3. Jóhann Leví ætlar að núna að reyna að koma sér, já, skellir sér upp í annarsætið. Stefán Orlandi hérna í fremstur. Jóhann Leví þá í öðru og Árni hérna í þriðja sætinu. Og þar fyrir aftan er Snorri, Ingólfur Snorrason. Þetta koma þær allir í gegnum beygju 4. Upp í hárnælu beygin okkar. Stefán Orlandi strax byrjar að mynda lítið bil. Alveg spurningum að hafa hann bara alltaf aftastan í öllum keppnum. Hann byrjar alltaf aftast. Bara svona fyrir fútið, fyrir okkur sem erum að horfa. Það er meira gaman í því. Þetta er þá allt vitlaust. Það er ekki komin neitt yfir línuna. Hérna er Parata. Polius. Og hérna er fyrsta og annarsæti Stefán Orlandi fremstur. Jóhann Leví hérna rétt fyrir aftan. Nú er tími fyrir Jóhann Leví að sýna hvað hann getur og hanga vel í Stefán. Hvað er Árni? Birtist hann. Snorri, nei, Ingólfur fyrir ekki rétt fyrir aftan hann. Ekki nefnir að vera að ná að slíta Jóhann Leví frá sér. Jóhann Leví kominn þarna upp eitt sæti. Sýnir ræsingu. Vittu nú hvað var að gerast þarna beint fyrir ofan myndalina þessu upp. Förum upp í hárnælubegina. Þarna er eitthvað kapastur í gangi. Þetta myndi vera Polius og Ugnius að berjast. Bræðurnir. Þetta er fyrsta á annarsæti. Stefán Orlandi fyrir framann ennþá en Jóhann Leví bara rétt fyrir aftan hann. Annað en við sáum í keppni 1 þar sem að Stefán Orlandi strax myndaði gott bil og stakk af. Tímaður af 1.26, þeir eiga talsvert inni. Nei, þetta komið 24. Það mega meira sens.
ég kýsa kalla erfiðu beina, við þurfum að fá okkur góð nöfn á þetta allt saman. Við þurfum að fá skilti frá okkur fyrirtæki. Til dæmis vantar mig að láta malbika smá, þannig að ef að kólast til dæmis væri til í það, getur verið kólaskablinn hérna. Hringi í mig, klökkum þessu. Stefán, ennþá nokkuð vel fyrir framann, nokkuð örugglega fyrir framann, en Jóhann Leví samt ekki langt fyrir aftan. Afskaplega lítill munur á síðustu hringtímum hjá þeim. Árni Þór þó var, rúmlega sekúndu á eftir þeim. Stefán Orlandi hefur farið 1.22 hérna áður, hann á talsvert inni. Svona fyrir besta hring allavega. Stefán búinn að slíta sig örlítið frá honum, örlítið meira frá honum. Hann kominn inn í 1.23.8 síðasti og besti hringurinn hans. Jóhann Leví í 1.24.3. Það er 400 millisekundum milli þeirra. Tæpum. Beinakaflan faraðir og inn í fyrstu beygju. Heyrðu, hann fer út af. Þetta er Stefán Orlandi að keyra út í mölina, bremsa mögulega of seint. Hendi svo að missi frá sér fyrsta sæti. Jóhann Leví kominn upp í fyrsta sætið. Nú þarf Jóhann Leví bara að keyra eins og brjálæðingur og ekki leyfa Stefán að ná sér. Það er Jóhann Leví sem er Íslandsmeistari núverandi. Stefán Orlandi hefur verið Íslandsmeistari 24-23. Svo spurning hvað Jóhann Leví nær að gera núna. Nær hann að halda sér burt. Það er rosalegt bil hérna á milli. Og við eigum einhverja 7 hringi eftir. Þarna kemur hann upp úr lúpininni. Jóhann Leví í fyrsta sætinu. Alveg sama hvað tímataflan segir. Hún breytist núna þegar þeir fara yfir línuna. Einn daginn verðum við komið með GPS í öll tæki sem keppa hérna á brautinni. Og fáum við nákvæmari tíma á þetta. Jæja, hvað er bilið á milli þessara manna núna? 4,4 sekúndur á milli þeirra núna. Milli Jóhann Leví og Stefán Orlandi. Spurning, er Stefán Orlandi að klippa þennan tíma eitthvað niður? Sjáum við Ugnius og Pólius. Það er að reyna framrakstur. Ugnius tekur ytri línuna, hangir hann á innri núna. Nei, hann er ekki að gera neitt gott úr því. Hér sjáum við Jóhann Leví. Ennþá með sitt fína forskot. Þarna er Stefán Orlandi. En hvar er Árni Þór? Þarna er hann mættur. Bræðir, það er hérna smá slagur í gangi. Hann nær að koma sér fram úr. Ugnius kominn fram úr. Tekur 5. sætið af bróður sínum. Og hér er Stefán Orlandi. Það faraði nú að koma yfir línuna og þá sjáum við muninn. Það er bæst í
gappið á milli þeirra. Já, það er svoleiðis. Stefán Orlandi er komin 5 sekúndum, 5,1 sekúndum eftir hann núna. Þannig að Jóhann Leví er bara að stækka bilið. Jóhann Leví að setja 1.24.9 hérna, meðan Stefán Orlandi setti 1.25 síðast, 1.25.5. Það er 700 millisekúnda munur á þeim. Á síðasta ring, hérna eru bræðurnir. Þeir eru ennþá í slag, nú er kamerugæinn viltur og veit ekki hvað hann á að gera. Hvort það ég að fara? Vinstri, hægri, vinstri, hægri. Hérna er Jóhann Leví að nálgast bræðurnar. Það er að muna að einhverjum 10 sekúndum og ringa á þeim. Það verðist vera þræl smíðað þetta hjól hjá honum, Jóhann Leví, eftir að flaug fram af kömbunum. Mjög áhugavert að lesa þetta. Hjólið var fram af kömbunum. Það er ekki svo að sjá. Toppstandi hérna, eins og hann Jóhann Leví. Hér er Stefán Orlandi. Komin í síðustu beina fyrir beinakaflan. Þá er forvitnilegt að vita, er Jóhann að teygja bilið? Hann er að minnka bilið, búinn að minnka bilið heila sekúndu. Jóhann Leví tekur 1.25.7 á þessum ring, að meðan Stefán Orlandi tók 1.24.7. Hann tók á hann, það eru 4 sekúndur í hann núna, en það eru bara 3 ringir eftir. Jóhann Leví er að sækja á þá og spurði hvort að hann komist betur eða verð fram úr þeim heldur en Stefán Orlandi. Ef að Stefán kemst þægilegra fram úr heldur en Jóhann Leví þá er náttúrulega gríðarlegur tími sem getur tapast staðar og það er einmitt þetta hérna sem ég er að tala um. Þetta er staður þar sem getur tapað tíma. Jóhann Leví talsett hraðar hann í gegnum beina en festist fyrir aftan Pólius. Kíkjum aftur upp beinakaflan. Jóhann 3,2 sekúndur á milli þeirra núna. Stefán Orlandi hérna nálgast á síðustu ringunum. 2 ringir eftir. Eða 3, gæti verið 3. Það stóð svo 3 á þann og þá voru 2. Nú stendur 3 og ég er að segja 2. Hann er fyrir 2 eða 3. Það kíkir hann fyrir aftan sig, hleypir Stefán við fram úr. Það virðist nú hafa tekst eitthvað aftur að þeim hana. Eða hvað? Við sjáum það nú bráðum þeir fara í línuna. Stefán Orlandi kominn 5 sekúndum eftir honum. Jóhann Leví virðist ætla að tryggja sér sigur hér. Það sýnist möguleiki á því að flaggi jafn. Þarna er hvíta flaggi komið á loft. Þannig að við erum að keyra inn á síðasta ring núna. Stefán Orlandi þyrfti að ná burt 5 sekúndum á honum Jóhann Leví. Það er alltaf spurning hvort Jóhann Leví gerir núna einhver mistök. Eins og Stefán Orlandi gerði á hann.
kemur Jóhann Leví yfir línuna, hausinn niður og allt í botn. Í fyrsta sæti í lotu 2 í fyrstu umferð Íslandsmeistarmóti í mótorhjóla kappakstri á Íslandi 2026. Yfir línuna í öðru sæti Stefán Orlandi. Og í þriðja Árni Þór Jónasson. Fjórða Ingólfur Snorrason. Svo það Ugnius og Pólius bræðurnir. Það var Stefán Orlandi sem vann fyrri umferðina og svo Árni Þór sem vinnur seinni umferðina, nei, í öðru fyrirgeði, og Jóhann Leví í því þriðja, en núna Jóhann Leví í fyrsta, Stefán í öðru og Árni Þór í þriðja sætinu. Það sjáum við meistarann Jóhann Leví hneigir sig fyrir áhorfendum. Já, tekur smá stopp í, eða hvað sem þetta heitir. Prjónaði smá. Það ræsa hjólið aftur sínu stöð. Brum. Þetta verður mjög neyðarlegt ef þú þarft að reiða hjólið inn í pit, sko. Sjáum við þarna merktur inn. Það því hann Íslandsmeistari 2025 og hann ennandi til að vera með einn. Já, hann hristir hausinn. Hann virðist þurfa að ýta hjólinu inn í pit. Mjög spennandi lag hérna undir. Þarna vinkar hann, hæ! Já, það er búið, það er búið. Það er ekki bara málið bensín. Þetta er búið. Hér ýtir hann hjólinu. Vel merktur snillingu og leikumáli. Og svo stórglæsilega hjóli sem að einhver hluta vegna, ég trúði ekki að það hefði flogið fram á kömbunum, en það er svo. Það er svo. Já, afna góðar, mjög gott. Hendum okkur eða inn í pitinn. Þá er þessari keppni hjá okkur í dag lokið. Við sjáumst aftur von bráðar. Ég er ekki alveg með á hreinu hvernig næsta mótorhjóla keppni er. Mér langar aðeins, getum við séð þetta inn á MSI? Kíkjum inn á MSI. .is. Næsti staður. Förum við inn á Facebook og skrifum kvartmila. Förum við inn á kvartmilaklúbbinn. Sjáum hvort það sé búið að búa til viðburð þar sem segir okkur hvernig næsta keppni. En það er allan að keppni hjá okkur á morgun, kæru fólk, í 1000cc kappakstri bíla. Mælum með því tjúna inn á það. Við verðum þó konum með drónan okkar vonandi og allt verður ræðislegt. Býst við 12 bílum í keppni á morgun. Einhverjir nýgræðingar, já nokkrir nýgræðingar og einhverjir reynslu boltar einnig að fara að mæta.
kappakstur mótorhjóla 16. Nei, fyrirgeðu. Þetta eru æfingar. Það eru æfingar hjá mótorhjólunum alla fimmtudag. Þannig að ef ykkur langar einhvern veginn að koma og kíkja á mótorhjólun, æfa sig eða ég æfi ykkur sjálf, þá er það alla fimmtudag, já nánast alla fimmtudag hérna upp á Kvartmýlubraut. Já, Kvartmýluklúbbsbrautinni. Finna þetta, það er ekki búið að setja inn þessa keppi hérna sem event, þannig ég bara verið að viðkynna það, kæra fólk, ég veit ekki hvenar næsta keppi í mótorhjóla kappakstri er, en ef þið eins og það bara ítið á subscribe eða elta þessa YouTube-rás, þá getið þið fengið allar tilkynningar, leið og við búum til svona live viðburð, þá kemur þetta í síman hjá okkur og lætur ykkur vita að við séum fara að vera í beinni. Þið getið ítið líka á bjölluna þarna, þá fáið þið pottþétt að vita öllu sem gerist. Það sama mæli ég með að þið gerið með Kvartmýluklubbinn og IH og öll þessi íþróttafélög á Íslandi, aksturs íþróttafélög á Íslandi. Farið þar inn á Facebook-grúppuna þeirra og ítið á follow og ítið á bjölluna og þá fáið þið allt saman beint í æð. En einnig eru vefsíður í undirbúningi sem að eftir að geta séð allt saman fyrir okkur, þannig að við getum ekki verið með Facebook-reikninga. En allavega, þá sjáum við ykkur hérna á morgun með kappastur bíla. Þetta er búið að vera mótorhjóla kappastur. Fyrsta umferð 2026. Takk fyrir allan kærlega fyrir að horfa. Sjáum okkur næst. Hey bless. Abi var að hluti,